Allt sem þú þarft fyrir árshátíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Já, velkomin aftur, við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Hingað til mín í setti er ég komið 3 viðmælendur í fyrsta skipti. Það Knattspyrnuakademía Norðurlands. Já. Velkomin. Takk. Segðu mér aðeins frá þessu. Hvað Knattspyrnuakademía Norðurlands? Þetta nú, við byrjuðum á þessu í febrúar 2012. Það var fyrsta námskeið hjá okkur. Hugsunin var hjá okkur, við erum 3 sem eigum þetta apparat. Að hugsunin var svona að bjóða upp á svona aukaæfingar fyrir virkilega áhugasama einstaklinga sem vilja bæta sig. Það eru fullt af krökkum þarna úti sem að kannski komast ekki í þessa afreksstefnu hjá félagunum, Þór og Káa. Þannig að töldum að þarna væri nú kannski bara smá markaður fyrir einmitt svona aukaæfingar. Markmið okkar er að bjóða alltaf upp á svona fjölbreytta og svolítið einstaklingsmiðaða þjálfun. Og það bara A-liðið í þjálfarateymi sem kallað út fyrir þetta verkefni? Já, í raun og veru. Við fengum glæsilegan hóp núna og höfum alltaf verið með mjög reynda og góða þjálfara. Þannig að já, við viljum hafa, sem sagt, það er okkar markmið líka að bjóða upp á mjög góða og gæða þjálfun. Þannig nú þú þjálfari meistaraflokks Þór Káa en tekur þarna þátt í að þjálfa yngri krakka. Hvernig þetta fílaði í þessu? Mér finnst það bara aðeinslegt. Ég náttúrulega megin þorran ferlinu þjálfað yngri krakka og svo náttúrulega liðið okkar skipað mjög ungu leikmönnum. Þannig að þetta nú ekki svo svakalega mikið yngri stelpumarkar. En þetta bara ótrúlega skemmtilegt og mjög gaman að sjá í morgun og hversu skráningin var góð og hversu mætingin var góð og hversu vel stelpan tók í þetta. Þetta kannski öðruvísi á við svona venjulegar æfingar að þarna eru krakkarnir að skrá sig á aukaæfingar og þau eru mætt til þess að bæta sig. Það ekki verið að skuttla kannski eins mikið og hinar æfingarnar hjá Þór og Káa? Nei, en alltaf bara frábært að krakkarnir hafa það mikinn áhuga að þau eru tilbúin að mæta á aukaæfingu og hvað þá svona snemma fyrir skólan á morgnana og ég held að sé mjög jákvætt fyrir krakkana að þetta sé í boði. Einfaldlega ég hefði alveg sjálf vilja hafa fleiri svona námskeið þegar ég var í þessu á þessum aldri og bara eins og við segjum frábært hvað eru margir að sækjast í þetta. Fyrir hverja þetta námskeið? Þetta sem sagt fyrir krakka í 5., 4. og 3. flokki og þetta fyrsta sinn núna þá erum við að bjóða upp á sem sagt náum við að fylla sér námskeið fyrir stelpur og sér námskeið fyrir stráka. Núna eru skráðar 52 stelpur á námskeið hjá okkur og æfingatíminn frá klukkan 6:15 á morgnanum til 7:15 og við bjóðum upp á morgunmat síðan eftir æfingu í boði Netto. Þetta 2 vikna námskeið. Það eru 3 æfingar fyrir vikuna og 3 æfingar seinni vikuna og síðan seinni vikunni fyrirlestur. Þá erum við með markþjálfa sem kemur og spjallar við krakkana, Sólveig Helgadóttir og sem sagt hún að kenna þeim að setja sér markmið og þess aftar. Þetta mjög fjölþætt. Hvernig eru áherslurnar? Þið að skipta þjálfun eitthvað á milli ykkar? Já, við gerum það þannig að hver þjálfari er með sinn áherslu þátt og við erum 5 þjálfarar, það við, ég og Sandra og Andri Hjörvar yfirþjálfari Þórs og svo Ingi Flóka Þórs og svo Haddi með okkur, þetta Jónas atvinnumaður fyrir hendi og leikmaður Káa og held ég afreiksþjálfari hjá Káa og svo Svenni nýráðinn aðstoðarþjálfari Káa, meistaraflokks karla og stóð sem stórkostlega með lið Dalvíkur í fyrra. Þannig að við erum saman í þessu og við tökum svona hver sinn þáttinn og gerum það bara eins vel og við getum og stelpurnar fá sem sagt 1 skipti með hverjum þjálfara og svo tökum við svona planið að taka svona spiltíma í lokin með svona alls konar keppnum og reyna að hafa pínu sprelli í þessu í lokin. Þetta alltaf fallegt þegar maður hugsar þetta. Það eru þjálfarar frá Þór og það eru þjálfarar frá Káa sem að koma saman að þjálfa bara krakka í bænum á Norðurlandi. Ég held að það sé mitt bara einn af kosturinn við þetta námskeið að krakkarnir eru að fá nýja sýn á hlutina. Þeir eru að fá þjálfarar sem hafa kannski ekki verið að vinna með þeim áður og þeir geta kannski bent á eitthvað og lagt öðruvísi áherslur en aðrir þjálfarar hafa gert og það er mjög skemmtilegt að skipta þessu svona upp einn leikmaður Káa, einn leikmaður Þór Káa, þjálfari hjá stelpum, þjálfari hjá strákum og þetta er svona fjölbreytni í bæði þjálfurum og svona líka krakkar bæði úr Þór og Káa saman. Þannig að þetta er mjög svona skemmtileg öðruvísi breyting fyrir krakkana.
Kannski eins og segir ég líka kosturinn að þú veist hvað þú kemst upp með hjá þjálfaranum sem þú ert hjá alltaf en þarna kemur einhver ný þjálfari, þú veist ekki neitt, þú bara verður að haga þér. Akkurat, það akkurat þannig. En hvað þetta að bjóða upp á öðruvísi en svona hinn hefðbundna þjálfun ef við tölum bara knattspyrnu hliðina? Ég skal taka það. Við förum svona aðeins í sérhæfðari þætti kannski heldur en þjálfarar ná að fara yfir á hinu venjulega æfingatíma. Og við erum, hver þjálfari einungis með 10 einstaklinga í senn. Þannig að við náum að sinna hverjum einum einstakling mjög vel og þar alveg að bæta hvern og einn einstakling og hans getu í þeim þáttum sem við teljum að þurfa og mikilvægt að bæta. Þannig að það svona það sem öðruvísi frá svona hinu venjulega æfingu hjá sínu félagsliði að við förum svona í sérhæfðari þætti þar sem við sem sérfræðingar teljum að sé mikilvægt að bæti og gerum það bara eins vel og við allra getum. En fyrst og fremst beinist það bara því hvernig krakkarnir koma mótiveraðir á æfinguna, tilbúnir og leggja sig fram og við gerum fast þær á því eða borga ágætis pening fyrir að mæta þá er þær og þeir svo tilbúin að leggja sig fram og bæta sig í því sem þeir eru að gera og þá er allt hægt. Er þetta árviss viðburður? Hvað er þetta oft? Sko það var meiningin hjá okkur upp að hafa þetta árvisst en svo var kannski ekki alveg markað fyrir það en við höfum þetta örugglega 3. eða 4. árið sem við erum með þetta að því hann fór að tala kostnaðinn og fjármagni að þá höfum við það kostar 12.500 á námskeiði og það var líka á fyrsta námskeiði þannig að við höfum ekki hækkað verðið neitt þannig nú datt ég út þú voru að klippa eftir. Já, og þú talaði líka að það eru þjálfarar frá Þór og Káa að við lögðum líka með það í upphafi að tengja félögin saman að þetta væri ekki bara eitthvað fyrir Þórsara eða fyrir Káamenn heldur þetta væri bara þvert á bara fyrir krakka sem hafa áhuga að koma og bæta sig í sinni íþrótt. Er það kannski eitthvað sem við þurfum að vera duglegri við hérna í bænum? Maður sér til dæmis svo lið Þór Káa að standa sig gífurlega vel í meistaraflokk kvenna. Þar erum við saman með lið en kannski ekki alveg jafnvel þegar við erum í sitthvoru lagi. Já, ég meina ég held að það sé hollt fyrir alla bæði að fá nýja þjálfun og síðan líka bara að æfa með öðrum einstaklingum en maður gerir alltaf. Maður þarf alltaf að stíga á pínu út fyrir það sem manni finnst þægilegt að gera og ég held að það sé bara heilbrigt og gott fyrir alla á unga og eldri að gera þetta og mjög gott að hafa eitthvað svona námskeið í boði eins og við með núna. Þetta er náttúrulega frábært og krakkarnir munu klárlega græða á þessu og kynnast öðrum leikmönnum úr öðrum liðum, Þór og Káa, mögulega einhver fleirum liðum hérna á Norðurlandi og síðan líka bara yfir höfuð að kynnast nýjum þjálfurum. Hver þjálfari hefur sinn styrkleika og gott að hver þjálfari er með svona sitt sérsvið í því sem við erum að kenna á þessu námskeið. Og ég held að það gerir líka gott fyrir krakkana. Nú þú leikmaður Sandra, er þetta námskeið sem þú hefðir viljað sjá þegar þú varst yngri leikmaður? Já, sko ekki spurning. Ég hefði klárlega viljað hafa fleiri svona námskeið. Það voru sennilega einhver í boði og ég fór á einhver svona en að hafa mótnana til dæmis fyrir skóla er eitthvað sem ég held að ég hef ekki gert þegar ég var yngri og þetta náttúrulega bara er af því að svo mikill áhugi á þessu komin í dag. Þetta er orðið svo stórt, þetta er svo stór partur af íþróttum og samfélaginu og krakkarnir bara eru mjög hrifnir að hafa svona í boði. Hlýtur líka að vera svolítið spennandi að fá að mæta á æfingu hjá eins og þér Donni meistaraflokksþjálfari Þór Káa. Ef ég væri stelpa núna að æfa þá var það draumurinn að fá að mæta á æfingu hjá þér. Já, ég vona það. Klálega. Mér þetta það klálega mjög spennandi sjálfum að hafa meistaraflokksþjálfara félagsins sem ég væri að stefna og að spila með að þjálfa mig, það er ekki spurning. Fyrst og fremst snýr þetta bara því að mæta metnaðarfullir krakkar og mótnana og það er lykilatriði að æfa auka ef þú ætlar að ná árangri. Í gegnum tíðina hafa einstaklingar mætt á þessi námskeið sem hafa náð árangri og við höfum bent á allavega á Knattspyrnuakademíu síðunni Norrlands á Facebook síðun okkar, eða ekki? Jú. Það eru Daniel Hafsteinsson til dæmis sem er leikmaður Káa, María sem eru 17 landsliðsmaður og leikmaður Þór Káa og fleiri sem ná langt og lengra sem margir byggust við og munum ná lengra. Þannig að það skiptir máli að æfa auka og 6 skipti er ekki ofþjálfun. Það eru margir sem myndu kannski benda á það þetta er of mikið en 6 skipti á mótnana er alls ekki langt frá því of mikið fyrir svona krakka og sérstaklega krakka á þessum aldri. Þannig að þetta skiptir gríðarlega máli og ég myndi klárlega mæla með þessu fyrir alla og það eiga allir að reyna
reyna að tryggja sér sæti á námskeiðum. Og skiptir líka máli kannski fyrir þig að þú segir að það ekkert allt of langt beili að það kannski skilir sér upp í meistaraflokkin, þannig að þarna getur þú haft áhrif fyrr á leikmenn. Ja, klálega. Ég sá allavega 4-5, það voru 10 hjá mér í hóp í morgun og ég sá strax mjög mikla talenta sem voru í mínum hópi í morgun og mér þótti það bara afskaplega skemmtilegt og reynda var allur minn hópi frábær og mjög metnaðarfullur, þannig að ég er mjög spenntur fyrir næstu hópum. Tíminn því miður runnið frá okkur, 8 mínútur er alltaf stuttur tími, við ætlum að tala um fótbolta. Takk fyrir komuna kærlega og takk áhorfendur kærlega fyrir samfélgina í þessum þætti. Við sjáumst bara í næstu viku. Sönn Vil Jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn er í boði J.M.J.